Webforrit eða web apps. Þetta svona hugtak sem á svolítið gráu svæði, en ég ætla svona að segja ykkur hvaða merkingu ég legg í það og hvað það þýðir að smíða webforrit. En eins og ég hef vonandi náð að sannfæra ykkur að einhverju leyti, þá vefurinn og webforrit að taka yfir heiminn. Og það að vera með vef í dag hefur aldrei verið erfiðara og auðveldara og skemmtilegra. En það verður alltaf þægilegra að skrifa þessi webforrit, að vinna með og gera eitthvað dót sem við getum síðan gert aðgengilegt af vefnum. Og flest af þessum webforritum sem við höfum verið að gera eru ekki svona þessi traditional webforrit sem eru þá með einhvern risastóran bakenda sem sjáum að gera alla þessa vinnu sem við erum svona aðeins byrjað að snerta á. Við erum alltaf búin að vera bara að gera vef frammendan, HTML, CSS og JavaScript, sem að fólk kannski endilega oft að kalla svona eitthvað alvöru vef, eitthvað alvöru forrit eitthvað svona. Og bakendin svona þetta forrit. En í dag þetta náttúrulega að breytast mjög mikið með bara breyttu landslagi og þessum frameworkum og umhverfum sem við höfum. Og svo þessi ný tækni, þetta HTML5 dót sem við erum svona aðeins búin að snerta á, og að bjóða ykkur upp á það að búa bara til webforrit sem í raun ekki að treysta á bakendan svona mikið, heldur í raun bara að gera eiginlega allt í frammendanum. Í þessu, og verða þá svona feitur client. En kostirnir við það að búa til webforrit, það þarf ekki að setja neitt upp. Þú þarf bara að vera með vafra og þú getur í raun haft aðgengileg forrit, vefi, svona, ég hef alltaf verið með að kalla þetta forrit eða bara vefi sem gefa þér aðgang að ótrúlega mikilli og góðri virkni í dag sem að fyrir 5 árum, 10 árum hefði þurft miklu meira vesen. Þú til dæmis að skrifa eitthvað í dag. Ég hef ekki verið með Office pakkan á vélinni hjá mér í 4 ára eitthvað og ég hef bara notað Google Sheets og Google Docs til þess og það hefur í raun svarað öllum mínum þörfum á því sviði. Og svona þessi traditional forrit í raun að þetta svona í miklu flökti núna. Og svo þegar maður er búin að búa til eitthvað svona risastórt forrit og þú þarft síðan að uppfæra það, þá þarftu náttúrulega að senda öllum nýjar útgáfur og fólk þarf að setja upp. En með VF þá ertu alltaf að sækja nýjustu útgáfuna bara leið og hún til staðar. Þannig að það ekki að minnkar þetta svona friction við það að hafa uppfærslur og við getum í raun hræft okkur miklu hraðar og við getum í raun gefið út á vefnum eitthvað sem bara aðgengilegt fyrir milljónum manns bara á nokkrum sekúndum. Og HTML5, þessi möguleiki á að gera mjög gagnvirk viðmót. Við getum farið jafnvel í dag að skrifa tölvuleiki. Það búið að porta og langt síðan að búið að porta svona proof of concept 3-vítavélum yfir í JavaScript og HTML og CSS. Það að keyra Unreal-vélinn var portuð yfir og með WebGL sem bara að verða mjög stórt og alltaf bara stærra með hverjum mánuðinu, hverju árinu. Þannig að þetta bara að verða þægilegra og svo spennandi hvað hægt að fara að gera. En það náttúrulega líka einhverjir ókostir við það að vera með þessi webforrit og við þurfum náttúrulega í flestum tilfellum að hafa nettengingu þegar við þurfum að geta sótt þetta og keyrt þetta, en það samt svona verið að vinna gegn þessu með þessi offline first sem hugmyndafræðin að láta vefinn virka í raun eftir að búið að sækja einhver grunnpakka af vefnum, þá getur í raun notað hann þó þú sért ekki með nettengingu. Og við getum ekki átt forritið ef einhver fjarlægir vefinn sem við erum búin að vera að treysta á og eitthvað forrit sem við erum búin að vera að treysta á, þá það yfirleitt bara farið og við höfum enga leið til þess að komast aftur í eða nýta aftur eða
eiga þessa virkni sem miklu auðveldara þegar við höfum bara eitthvað binary skrá sem forritið og ég get keyrt það þó að það sé 20 ár síðan einhver hætti að styðja það. Og svo var þetta stór hlutur sem að truflaði og samt alltaf minna og minna en samt alltaf eitthvað að stuðningur við þessa nýju tækni og það að almenningur væri að svona on board með það sem að væri í raun nýjustu tæknivísindi í vöfrum og þess að það var alltaf miklu erfiðara þegar flestir voru að keyra Internet Explorer og það var ekki sjálfvirkar uppfærslur á honum þannig að þú þurftir að bíða þangað til allir voru búin að skipta yfir í næstu útgáfu til þess að geta farið að nota þetta. En í dag þetta eiginlega úr sögunni af því að við erum með vafra sem uppfæra sig sjálfir og stuðningurinn við nýja tækni bara maður þarf að bíða í einhverja kannski mánuði, maður tilheyrir mánuðum en ekki árum eins og var hérna áður. En síðan líka þessi svona gráa lína, þetta flux sem í gangi með forrit og vefforrit verður náttúrulega ennþá meira þegar að þú ert farin að búa til forrit sem að allir mun túlka sem venjuleg forrit en ekki sem vefforrit og þau eru vefforrit. Þegar við erum með tækni eins og Electron sem að frá GitHub og leyfir okkur að búa til vef sem bæði að keyra Node.js og síðan með framenda sem eitthvað HTML, CSS og JavaScript og pakka þessu saman og leyfa fólki síðan að setja þetta upp eins og venjuleg forrit. Og eins og ég nú sagt við ykkur áður, þá eru mörg vinsælustu forrit í dag bara vefforrit. Og til dæmis eins og það sem ég nota dagsdaglega Spotify og Steam, Slack til þess að eiga í samskiptum í vinnunni, Atom eða Visual Studio Code til þess að forrita í og svo restin eiginlega bara vefforrit. Svo nota ég einhverja vefi, Asana, Trello eða því líkt til þess að halda utan verkefni og verkefnastjórnun og þess að þar, Gmail til þess að vera með póstinn minn og ég nota eiginlega ekkert af svona traditional fat client forritum eins og var svo miklu meira bara fyrir nokkrum árum. Og þið haldið kannski að þessi gett flókið að búa til einhver forrit, en það að búa til svona bara forrit með Electron tekur mjög stuttan tíma og það hægt að gera allt hérna. Það hægt að búa til forrit sem lifa í dokkunni, það hægt að gera þetta þannig að þú býr til eitt forrit og þú böndlar því og það virkar bara á Maca og Linux og Windows bara með gegnum einn API, bara búið að hjúpa og einfalda svo marga hluti. Þannig að þetta mjög spennandi og skemmtilegt. En svo að skrifa vefforrit, þessi áfangi heitir nú vefforritun, en vefforritun svolítið svona, ég svona erfitt með þetta, ég bara forritun og svo vefur. En nú eru þið búin að læra á þetta framendastöf og í grunninn þá eru vefforrit bara HTML, CSS og JavaScript. Þegar það það sem að vafrinn keyrir og svo eins og við erum búin að sjá, þá eru tólin og tækin í kringum það að skrifa bara HTML, CSS og JavaScript alveg gífurlega mörg og ef við ætlum síðan að skrifa eitthvað stórt vefforrit í dag þá væri mjög æskilegt fyrir okkur að vera ekki bara með eitthvað svona framenda sem keyrir, heldur þurfum við líka að vera með eitthvað svona bakenda eins og við erum búin að vera snert á og þessi bakenda lifa í einhverju forritinu umhverfi og svo erum við með eitthvað framework til að hjálpa okkur að skrifa þetta. Og þetta náttúrulega ekkert einskorðað við það að vera bara í Node.js þó við höfum verið að skoða það, heldur eru langflest forritinu umhverfi hafa einhvern stuðning við vefforritun. Þannig að ef þið eru mjög vön því að vinna í Java eða Python eða einhverju öðru, þá hefur það umhverfi sem þið þekkið jafnvel betur en JavaScript hafa stuðning við vefforritun. Sum að henta vissulega betur en önnur og hafa stærri og traustari forritasöfn og þá til þess að eiga samskipti í gegnum HTTP, einhverja svona öryggiskröfur sem við þurfum, kassing á gögnum og svo framvegis. En fyrir þessi umhverfi eins og hérna, þá eru til
eitthvað sem hjálpar okkur við að skrifa vef. Þannig að þegar þið eru núna búin með þetta og búin að ljúka þessu og farið í jólafríið og chillið, en getið gert það bara svona nokkra daga því að svo kemur þessi kláði aftur upp og þið viljið fara að vinna ykkur verkefni, þá getið þið fundið í raun og haldið áfram vonandi að skoða hvernig hægt að gera vef í ykkar uppáhalds umhverfi. En svo maður búinn að velja sér þetta, við erum með eitthvað uppáhalds, og þá best að finna sér eitthvað svona framework, af því að ef við gerum það ekki, þá erum við svona bundin að því að fara að finna upp hjólið aftur, og í hugbúnaðargerð það alveg versta hugmynd í heimi. En þá þetta í raun þetta framework sem hjálpar okkur við það að skrifa þennan bakend okkar og leysa mjög mörg af þessum algengu vandamálum og létta algengu verkefnin. Þannig að ef þið viljið vera með notendaumsjón, þá þið ekki að fara að skrifa það alveg frá grunni. Þið finnið ykkur eitthvað framework, þið finnið ykkur eitthvað library sem léttir þetta töluvert fyrir ykkur og lætur ykkur í raun geta einbeitt ykkur að því að skrifa áhugaverða stöffið sem að ykkur langar til að gera, ekki enn eitt notendaumsjónarkerfið. Og þau getur líka hjálpað okkur með því að hvetja til góðra vinnubragða og skipulags og endurnýtingar, þannig að við erum í raun ekki að fara, við höfum svona einhvern kassa til þess að vinna inn í, af því að það mjög gott, af því að þá til dæmis ef gengur vel hjá okkur eða við erum að vinna þetta saman, að þá ekki í raun það hvernig ég ákvaði eitthvað væri að fara að stýra því hvernig þið þurfið síðan að vinna. Þannig að við erum með í raun einhvern hóp af fólki sem búið að setja upp og skipuleggja og útbúa þennan grunn sem að við síðan byggjum á. Og dæmi svona framework eru Java EE, Java Enterprise Edition og Java Spring og Grails og eitthvað svona, og ég hef nú voðalega lítið notað Java. Í .NET þá ASP.NET og nýlegra og meira notað í dag MVC sem framework frá Microsoft. Í PHP það svona búið að eiga áhugaverða sögu og í dag komið alveg upp í útgáfu 7 og þar eru nokkur framework sem eru svona hafa verið mislengi til eins og Cake, Send og Symfony og svo líka Laravel og já. Í Python þá kannski það sem maður heyrir fyrst þegar maður að nota Python Django. Það til dæmis held ég hefði átt 10 ára afmæli núna eigi 10 ára afmæli núna í mánuðinum. Svo eru Web2Py sem svona enn minna og Flask sem svona keimlíkt Express. Það ekki að gera of mikið en það svona kemur mann á stað. Og svo Ruby, þá höfum við Ruby on Rails sem var mikill, það verkefni var mikill svona trailblazer fyrir 10-15 árum. En í dag orðið svona svolítið enterprise-y. Það svona risastórir bankar í Bandaríkjunum nota eða bara Ruby on Rails og eitthvað svona. Mjög skrítið hvernig hlutirnir breytast. Og svo Node.js, það sem við erum búin að vera fyrkt í. Þar erum við með Express og annað sem heitir Getty sem við erum ekki búin að tjekka á lengi. Og svo Meteor sem svona mjög áhugaverð pæling að sameina framendan og bakendan í eitt og þetta að gera mjög áhugaverð verkefni í því. En svo þetta svona bakendadótið. Og svo komum við náttúrulega í það að skrifa eitthvað framenda, sem það sem við gerum á clientnum. En þar eru síðan önnur framework, eða library, það smá munur þarna og æskilegt stundum að hafa svona teknilega rétt fyrir sér. En við getum samt miklu auðveldara fyrir okkur að komast hjá því að velja okkur eitthvað svona framework á framendanum en á bakendanum, af því að þar getum við notað bara HTML, CSS og JavaScript og það getur komið manni mjög langt. En sem dæmi, og þið hefur örugglega heyrt eitthvað af þessu, svona framenda framework og library, þá það til dæmis React sem svona að tröllriða öllu þessa dagana og ég hef unnið í mörg ár og ef þá að velja eitthvað til þess að gera stórverkefni þá myndi ég velja React. Polymer, það mjög skemmtilegt verkefni frá Google, þar sem verið að taka svona polyfill pælinguna á í raun vef
svona hvar vefurinn verður eftir 10 ár og reyna að gefa okkur aðgang á því í dag. Þannig að það er svona web components, það er hérna hugtak sem að Polymer tekur og er búin að polyfilla og búa til þannig að við getum byrjað að nota það í dag. Og þetta er stutt á Google og er frekar áhugavert. Og ef þið hafið tekið eftir hérna breytingum á þjónustum hjá Google, þar sem hlutinir eru allir með svona material design, þar sem ítið að takka og kemur svona ink effekt, þar sem ítið að takka og kemur svona breiðist út liturinn. Þá er Google búið að vera að vinna í því að endurskrifa allt sitt og í Polymer. Og svo er annað verkefni frá Google sem heitir Angular og ég hef svona er svolítið ekkert svakalega hrifinn af því, en það er samt mjög mikið notað. Það er mikið notað hérna á Íslandi líka í dag, en það var til dæmis að fara upp í útgáfu 2.0 bara núna fyrir nokkrum mánuðum eftir að hafa verið mjög successful í útgáfu 1.5, en skiptingi þarna á milli var mjög áhugavert svona case study ef þið viljið skoða það hvernig á ekki að breyta major version í open source verkefni. Svo er Ember sem er lítið notað en mjög gamalt og mjög traust og gott framework, og Vue sem er líka. Þannig að þetta er í raun, það er alveg svona, þið sittist niður og þið ætlaði að fara að byrja eitthvað nýtt verkefni og þið þurfa að ákveða ykkur og möguleikarnir eru mjög margir. Þannig að maður getur auðveldlega fest í einhverju svona paradox of choice. Það er svo mikið að velja að maður kemur ekki í gang. Það er oftast bara best að byrja því að skrifa bara einhverja prototípu í HTML, CSS og JavaScript, því að HTML, CSS og JavaScript verða alltaf þarna fyrir ykkur. Þannig að þetta getur bara farið. En, ok, þetta er svona aðeins overview, og fyrir svona aðeins dýpra kannski, og hvað, þegar maður velur svona og fyrir að vinna með þetta, þá eru svona ýmis hugtök sem að koma upp, og það alltaf er MFC, og það eru mörg bakendaframework sem nýta einhverjum svona MFC pælingar, og því hef ég jafnvel svolítið svona heitt, svolítið svona buzzword sem að er búið að vera í gangi núna sennistu 10 ár og náðu svona einhverjum toppi núna fyrir svona 2 árum og er svona svolítið á leiðinni niður núna. En þar af leiðandi því það að háskólinn er svona búin að catch up og það eru örugglega svona MFC pælingar í einhverju hjá ykkur. En þetta er svona Model View Controller, það sem að mjög gömul hugmyndafræði það hvernig við getum skipt upp þegar við erum að vinna með eitthvað svona GUI, að gera það auðveldara fyrir okkur að skipta upp konsornum okkar og geta auðveldlega unni með þetta. Og þetta var sett útvært fyrst í Smalltalk á 7. áratugnum og svo átti þetta á mikið comeback fyrir nokkrum árum. Og þetta er enda mikið notað í svona frameworkum. En hugmyndin hérna er að þú ert með eitthvað módel og þar erum við með gögnin okkar og ekkert annað. Það stendur alveg eitt og sér og það er ekki bundið við þetta view eða þennan controller. Þegar svo höfum við viewið sem kann einhvern veginn að birta gögnin sem eru þá bundin við módelið og leyfa sig einhvern veginn að senda einhverjar aðgerðir í einhvern controller til þess að senda í raun, taka við einhverju inputi frá notendum. Og þá er controllerinn það sem að límir þetta allt saman. Það séum það að láta viewið fá einhver módel sem það birtir og taka við aðgerðum sem að módelið er búið að senda frá sér og gera eitthvað við þau. Breyta módelinu, uppfæra viewið eitthvað svoleiðis og það eru 2 greinar þetta. Þannig að þetta verður einhvern veginn svona að notandinn sér það sem að viewið renderar úr módelinu og hann notar viewið en notkunin fer fram í því að senda einhverjar aðgerðir á controllerinn sem síðan manipuletar einhvern veginn þetta módel sem síðan uppfærir viewið og þetta verður svona hringrás þarna. Kostir við þetta er að það er að búa til þessi módel. Þú getur verið með eitt módel fyrir einhvern hlut, notenda eða færslur eða vörur eða eitthvað svoleiðis í forrituninni og getur útbúið mörg view síðan ofan á það. Þú ert ekki að breyta módelinu. Og þess vegna, að því að það er ekki háð í hvernig það birtist, þá er þetta einfaldað það niður í bara það sem það er. Það er bara eitthvað view, eitthvað módel, það hefur bara einhverja ákveðna hluti
sem eru síðan einhvern veginn birtir. Og þannig að við getum búið til einstök módel og svo getum við búið til endurnýtanleg view fyrir ýmsa hluti. Þannig að við getum verið með eitthvað view sem byggir á einhverju módeli sem hefur einhver ákveðin gögn og svo erum við með eitthvað annað módel sem með einhver önnur gögn en samt eitthvað shared þannig á milli og við getum einhvern veginn endurnýtt þetta. Ok, annað síðan sem við förum þegar við erum búin að ákveða í raun eitthvað backenda framework og eitthvað framenda framework, það notar eitthvað MFC, þá förum við síðan að pæla í, ok, við erum að fara að taka við einhverju og við þurfum að geyma það einhvers staðar og þá þurfum við að fara að velja hvernig gagnagrunn við ætlum að nota. Og þá er mjög margt aftur í boði og getur verið mikilvægt að velja eitthvað sem hentar verkefnum okkar en við getum svo notað einhvern SQL, svona relational gagnagrunn og þar eru til margir open source grunnar, til dæmis MySQL sem er reyndar svona líka eitthvað svona skrítið verkefni þegar Oracle keypti það og á það verkefni. Svo erum við SQLite sem er SQL gagnagrunnur sem lifir ekki bak við eitthvað svona RDBMS, svona Relational Database Management System, eins og MySQL og Postgres vinna bak við. Og svo er Postgres sem er risastórt open source project sem er mjög solid og ég myndi persónulega mæla með ef að fólk var að fara í þetta. En svo getur náttúrulega líka verið að við séum að vinna einhverju verkefni í einhverju stóru, miklu stærra batteri og þá eru til dæmis gagnagrunnir frá Oracle og Microsoft, MS SQL og svo DB2 sem er svona gamalt kerfi. En til dæmis ef við erum að fara að vinna í .NET þá og þið vinnið í því í einhverju svona stóru batteri þá mjög líklegt að þið séu að fara að vinna með MS SQL sem er mjög gott project frá Microsoft. Svo getur líka verið að verkefni okkar þurfi ekki eitthvað svona relational gagnagrunn eða eitthvað svona rosalega flókna leið til þess að búa til vensl og við getum í raun bara við þurfum bara eitthvað stað til þess að geyma svona eitthvað svona skjöl og þá er svona NoSQL eða svona document based gagnagrunnar, þeir eru líka til og þá er til dæmis eins og Couch og MongoDB. CouchDB er reyndar eitthvað í svona einhverju fluxi en ég man rétt. En það er Redis sem ég ekki nota, Cassandra, en ég þetta nú ekki mitt sérsvið. En þannig erum við ekki að fara að geyma og búa til einhverju svona flókin skemu og join og eitthvað svona. Þannig erum við bara að fara að búa til einhverja lykla og erum að fara að henda inn einhverjum bara JSON gögnum inn í gagnagrunnin. Þannig að þetta getur oft henta vel einhverjum verkefnum þar sem við erum svona, sjáum ekki fram á það að þurfa að vera með risastóra lista sem við erum að fara að birta og leiti í og eitthvað svoleiðis. Heldur við bara með svona einhver gögn sem við þurfum bara að henda niður og geta náði aftur. Það er til dæmis mjög oft svona gagnagrunnar notaðir í svona caching, þar sem við erum bara sendum eitthvað, eins og til dæmis dæmi sem við tókum á föstudaginn, þar sem að við erum með þessi gögn frá APIs.is og þurfum að geyma þau í staðinn fyrir að sengja þetta aftur og aftur. Þá er mjög hentugt að taka bara JSON þar, henda þið inn, sækja það svo aftur og vinna með það. En þá erum við í raun búin að velja þetta hérna og þá náttúrulega kemur svona inngangurinn að vefnum og það sem að vefurinn byggir eiginlega mest á eru url og einhverjum slóðir, þannig að við höfum einhverjar leið til að komast inn á eitthvað og við erum búin að skoða svona routing í gegnum Express en þessi framework getur oft hjálpa okkur við að útbúa svona góð og skýr url. Þannig að við í raun erum með eitthvað og við ætlum að vera með eitthvað lista af einhverju dóti og notendur og svona og við ætlum að vita í raun hvernig ætlum við að búa til url-skema okkar, hvernig ætlum við að ráta fólki í gegn. Þannig að þegar fólk opnar eitthvað þá sér það rétta hlutin og þá eru svona friendly url, þessar slóðir sem auðvelt að lesa úr, bæði af fólki og vélum. Við minnst aðeins á það hérna þegar við fórum yfir SEO að þá erum við með eitthvað svona að við vitum það að þegar einhver fer inn á /programming/web þá fari hann inn á einhvern ákveðin part af webnum okkar í staðinn fyrir að vera með eitthvað svona í gegnum einhverjar breytur sem er category programming og sub-web. Og svo getum við einnig eins og við skoðum á föstudaginn fengið einhvern stuðning við það að taka einhverja breytu úr urlinu og nota það í forritun okkar. Þannig eins og
þá hérna einhver dýnamískur partur af urlinu sem við getum þá á auðveldan hátt gripið út og nýtt síðan til þess að birta rétta hluti. Og þessi framework oft hjálpa okkur til með þetta, eins og við höfum séð með Express, en svo hérna eins og dæmi í Django, þar sem hægt að skilgreina regular expression, þannig að við fáum hérna eitthvað articles og svo eitthvað hér og þá kallað í þetta forrit sem hérna, eitthvað view sem gerur þetta hérna, year archive, month archive og svo article detail þegar kallað í með fleiri og fleiri breytum hérna í slóðinni. Og þá erum við búin að húka okkur saman hvernig við látum fólk í raun rata í gegnum vefinn okkar. Og þá náttúrulega þurfum við síðan einhvern veginn að birta eitthvað stöff þannig að fólk geti lesið og skoðað og séð dótið okkar. Og þá í raun, þegar við erum að skrifa svona stærri verkefni, að skrifa bara statist HTML, þá virkar það takmarkað þegar við þurfum einhvern veginn að taka breyturnar sem eru dýnamískar og birta í viewin okkar eða í HTML-in okkar. Og þá eru svona templating vélar, þá hjálpa þær við okkur við það vandamál eða verkefni og þá leyfir template okkur að búa til útlit sem óháð virkninni. Þannig að virknin getur verið að fletta upp í gagnagrunni, gera verðþjónustukall, splæsa þessu einhvern veginn saman og svo birta þetta. En þá í raun templateið tekur það bara við einhvern gögnum og birtir þau á einhvern ákveðinn hátt. Og það eru aftur, auðvitað, mörg templatingmál til. Við erum búin að skoða Pug sem heit Jade og svo til annað sem heitir EUS. Það til Handlebars og Mustache. Það eru sér templatingmál eins og fyrir hérna í .NET. Það eru mikið til hérna og þetta þetta samt að leysa svona raunverulegt verkefni sem í raun einhvern veginn að geta tekið dýnamíska breytur og sett þau inn í templateið okkar. Nei, sett þau inn í HTML-ið okkar. Þannig að dæmi það svona hvernig Mustache lítur út, þá sjáum við það ólíkt Pug eða Jade, þar sem við erum í raun að hérna skrifa einhvern svona öðruvísi HTML syntax, þar sem bara búið að droppa öllum bracketunum og láta whitespace vera significant. Þá Mustache meira svona eins og HTML, nema við fáum þessi svona double bracket syntax hérna sem að leyfir okkur að skilgreina breytur. Þannig að hér kemur einhver breytin sem heitir header og innihaldið í henni mun vera replaceað þarna inn, þannig að þá birtist það síðan í framöndanum. Og hér síðan einhver leið, hérna kemur sér að oktaþorp fyrir framann, þá þetta að fara að ídra í gegnum eitthvað fylki af items og fyrsta hér getum við gert einhvern veginn sérstaklega og önnur einhvern veginn öðruvísi og ef að það tómt þá getum við birt einhver önnur skilaboð. Þannig að þarna getum við verið með mismunandi birtingar eftir því hvaða gögn við höfum. Og þetta náttúrulega bara eiginlega eins og að læra annað forritunarmál þegar maður að vinna í þessu, eins og í Pug þetta líka svoleiðis og það bara finna svona þetta rétta bil á milli þess að vera nógu mikið af virkni en ekki of mikið af virkni til þess að það sé bara svona lýjandi og maður gleyma alltaf hvernig þetta virkar. En svo eins og ég sagði, mörg framework nota MVC og láta okkur skipuleggja verkefni í samræmi, þannig að þá skipulega oft bara þannig hvaða möppur býð ég til, hvar geymi ég hlutinn mína. Og svo getur það líka verið það að það búið til í raun þessi módel, ef það MVC, þá búið til eitthvað módel og svo keyrum við upp kóða sem býr bara til gagnagrunnin fyrir okkur. Og ef við byrjum hérna eitthvað svona fyrir MVC, þá þurfum við að setja verkefnið upp svona. Við þurfum að hafa kontrollin okkar í möppu sem heitir controllers. Við þurfum að hafa módelin í möppu sem heitir models og views í eitthvað sem heitir views. Og svo svona skiptir líka máli hvernig þessar undirmöppur hérna eru skýrðar. Þannig að þarna í raun bara við þurfum ekki að pæla í því, það bara búið að gefa okkur þetta form, við skrifum forritið okkar og þá verðum við að gera þetta svona. Og í Cake, PHP þetta svipað, það einhver controllers mappa, það einhver models mappa, það einhver views mappa og svo þetta einhvern veginn húka allt saman og keyrt upp. Og eins í Django, þannig að maður með
svona aðeins öðruvísi, en samt sem áður þú ert með einhvern struktúr sem þú fylgir. Og þegar þú býr til eitthvað nýtt, þú býr til nýjan komponent eða nýjan part af vefniðinum, þá oft þessi framework að búa þetta til fyrir þig og setja upp bara, hér þetta, hér þarfst þú bara að fylla inn rétt heiti og breytunöfn og svona, og þá mun þetta bara virka fyrir þig. Og svo með Model, eitt af því sem var svona killer featurein í Django á sínum tíma var það að maður skrifaði bara svona Python klassa sem voru bara Modelið, þannig að ég vildi vera með einhvern spurningavirkni og þar var spurningin eitthvað með texta sem var bara einhver ákveðin texti og einhver dagsetningu og svo var hver spurning með ákveðin mikið af möguleikum til að svara og þá var það í raun bara vensla við spurninguna og við byggum bara til í kóða það sem við vildum gera, svo keyrðum við bara eitthvað tól og það bjóð til í raun gagnagrunnin fyrir okkur og maður þurfti þá ekkert að vera að pæla í gagnagrunninum sérstaklega, það bara var það til. Þetta mjög mikið núna að nota alltaf þessi .NET, þá svona code first gagnagrunnar bara með nákvæmlega sömu pælingu. Þú býr bara til einhvern klasa í C#, hann með einhverju svona, þú getur sett svona attribute, líka oft kallað decoratора á breyturnar þínar og þá hann bara veit frameworkið hvernig þetta á að gera. Þannig ef að einhver einhvers staðar að fara að reyna að eiga við price á movie og það ekki á milli 1 og 100, þá mun þessi villa birtast. Og ef einhver reynir að búa til færslu þar sem að price ekki sett, þá mun þessi villa birtast. Þannig að þú er búið að setja saman á mjög nettan hátt hvernig þetta svona allt virkar. En svolítið hlaupið yfir svona aðra hluti sem eru og hjálpa til við í svona frameworkum. En svo þegar við erum búin að skrifa einhvern vef og við erum búin að skrifa hann fyrir okkar markhóp, en svo ætlum við líka að leyfa einhverjum öðrum öðru fólki sem kannski ekki endilega að tala okkar mál, við skrifum þetta á íslensku, svo viljum við gera þetta á ensku, en þá kemur inn svona internationalization, þar sem internationalization oft stytt niður í E18N, af því að það eru 18 stafir á milli E-sins og N-sins, þetta mjög langt orð, þá það að skrifa vef sem hægt að þýða og svo localization, eða L10N, það það síðan að gera vefinn okkar að þýðan fyrir eitthvað ákveðið svæði. Þannig að við skrifum vefinn okkar þannig að ef hann internationalizationable, flókið, þá erum við ekki að fastsetja einhverja strengi eins og notandi eða skrá inn beint í view-unum okkar, heldur erum við með einhverja leið til þess að fletta því upp í einhverju kerfi oft. Þannig að þú segir bara eitthvað user sign in og þá veit frameworkið, já, notandinn með ensku sem sitt lokal eða svæði, þannig að þá birti ég það á ensku, annars birti ég það á íslensku og svo framvegis. Og þetta oft mjög, þetta svona eins og með accessibility og þessu hluti, það mjög auðvelt að setja þetta upp í byrjun, að það alveg skelfilega erfitt að bæta þessu við stór verkefni eftir á. Svo eru test, og það mörg framework sem að gera það mjög auðvelt fyrir okkur að skrifa test og keyra þau, og geta jafnvel verið með einhver svona hjálpar til þess að búa til HTTP-köll og prófa módulinn okkar sérstaklega eða búa til einhverja testgrunna. Django til dæmis, annað sem var svona ótrúlega tough feature, að það var að skrifa test þar sem að Django sjá bara að búa til gagnagrunn með testgögnum sem þú síðan keyrði testin á og Django síðan bara tók niður gagnagrunnin. Og þannig það var svona, það pluss önnur verkefni eru í raun bara svona, test eru ótrúlega sniðug en þau eru oft á tíðum líka ótrúlega svona yfirþyrmandi að byrja að skrifa einhver test. Þannig það var oft mjög gott að hafa eitthvað sem til að byrja. Og svo kassing, eins og við sáum hérna á föstudaginn, þá gerðum við vefþjónustu kall yfir APIs.is sem var valdur af því að vefurinn okkar tók næstu í sekúndu að hlaða, en við vorum alltaf að sækja sömu gögnin, þannig að við gátum í raun kassa þessi gögn, sem þá að geyma þau í einhverju skyndiminni sem minnkar þann tíma sem það tekur að útbúa síðuna. Og þá til dæmis
þurfum við ekki lengur að tala við einhvern gagnagrunn eða tala við einhverja vefþjónustu og við getum bara beint tekið úr kassinu sem bara geymt í minni, mjög hratt fyrir okkur að sækja það og látið viewið okkar fá kassið og byrt notendurna á oft á tíðum miklu hraðar en annars væri. Og svo oft stuðningur við svona enn stærra, þegar þetta fara að keyra einhverjum skala, við erum með margar vélar sem eru að sjá að birta vefinn okkar, þannig að það er svo rosalega vinsæll að þá þurfum við síðan aftur að færa þetta kassing yfir á einhverju sér þjónustur og þá allir memcast svoleiðis þjónusta sem þú ert í raun bara með margar vélar sem eru bara með ógeðislega mikið innraminni og það er bara að geyma í raun öll gögnin í innraminni og þú bara sækir það þangað ógeðslega hratt en svo ertu með í raun svona sourcina öllu gögnunum í einhverjum gagnagrunni sem tekur miklu lengri tíma að sækja en þú hefur þetta þannig þú ert með eitthvað svona lag af kassi yfir hlutunum sem taka lengri tíma að sækja. Og svo öryggi, það er með stað að búa til svona notendaumsjón, þar sem þú ert í raun að fara að gera eitthvað, það mun skoða hans betur á föstudaginn. Það opnar á það að ég get einhvern veginn svindlað á þér og komist inn sem þinn notandi og gert eitthvað í þínu nafni eða fara að gera eitthvað af mér og þá eru mjög mörg svona ekki web-apps innan framework sem að leysa þetta fyrir mann. Þannig að maður fær bara eitthvað traust út úr beint úr bóksinu. Og þá er það líka með þessa auðkenningu og þá auðkenningu eða authentication og svo heimildir eða authorization. Þannig að ég get auðkennt mig sem einhver notandi en síðan er annað, hvað má ég gera? Ég má ekki breyta upplýsingum fyrir aðra notendur nema ég hafi þá heimildir til þess. Þannig að það er það sem er hægt að fá í gegnum mörg af þessum frameworkum. ORM er síðan annað svona hugtak sem oft kemur hérna inn að við erum með gagnagrunninn okkar og svo erum við með kóðan okkar og við erum einhvern veginn að reyna að vinna þarna á milli eins og við munum sjá í dæminu sem við tökum eftir með Postgres að við erum að fara að fá bara hráar niðurstöður úr gagnagrunni en við vitum að þetta á að vera hlutur sem miklu þægilegra fyrir okkur að vinna með og þá þurfum við einhvern veginn að mappa á milli relational gagnana yfir í object gögnin sem við erum með og þá eru svona ormar oft notaðir og þá breyta þeir gögnum í hluti og hlutum í gögn og þetta er einfaldar gagnagrunnsvinnslu þannig að þetta getur verið bara eitthvað kínverska fyrir ykkur núna en leiðu þið farið að vinna að einhverju leyti með gagnagrunna og vefforrit eða bara venjuleg forrit og þið farið að lenda í því að vera að gera eitthvað select og svo farið þið að skrifa eitthvað svona taktu fyrsta stakið og breyttu því í þetta stak og láttu það heita name svo ég geti vísað í það með name ekstra annars þá eru þið farin að skrifa eitthvað eigin orm og þá er oft gott að finna einhver svona góð og solid project sem sjá það fyrir okkur. Schema migrationir, við erum búin að vera með eitthvað kerfi í gangi lengi og við þurfum að gera eitthvað breytingar að þeim og þá þurfum við ofta að uppfæra eitthvað gagnagrunna og það er hægara sagt en gert þegar við erum með eitthvað sem keyrir í raunveruleikanum og sérstaklega við erum líka búin að vera að halda þetta í höndunum þannig að ég er búin að gera ég gaf út útgáfu 1 svo er ég búin að vera að vinna í 2 mánuði útgáfu 2 og svo er ég alltaf komin bara með 2 mjög mismunandi gagnagrunna og ég þarf einhvern veginn að ná úr gömlu útgáfuna gagnagrunnum yfir í nýju útgáfuna gagnagrunni og þá koma svona schema migration frá svona frameworkum það sem er bara eitthvað svona sjálfvirk bara, já, þetta er gamli gagnagrunnin, þetta er nýji gagnagrunnin og þetta er SQL skriftin sem þurfa að keyra þess að uppfæra gagnagrunnin þannig að þá er þetta losna við gífulega mikla handavinnu þar. Validation þegar við erum að vinna með gögn og staðfesta að þau séu rétt og á því formi sem við viljum að þau séu send inn á til þess að síðan vista í gagnagrunnum okkar. Þá er svona validation framework og virkni mjög oft til staðar. Scaffolding, meira af svona einhverjum hugtökum. Það er það að við erum búin að búa til eitthvað módel og þá getum við útbúið scaffolding til þess að, til dæmis, við erum búin að búa til lista kvikmyndum sem við ætlum að leyfa fólki að búa til og þá ætlum við að vera með þessar svona klassísku aðgerðir. Ég get búið til, ég get uppfært, ég get eytt úr þessum lista og ég get lesið úr þessum lista. Þá getur svona scaffolding búið til þessa virkni fyrir okkur.
þá er það þetta CRUD, Create, Read, Update, Delete. Þannig að við búum til eitthvað módel í kóða, við segjum bara hérna movie og með titil og verð og eitthvað svona og svo keyrum við einhverja virkni og þá fáum við bara einhverja svona virkni sem að lesa upp, hérna er listi af movies, svo getur þú valið eina movie, svo getur þú eytt henni, svo getur þú uppfært hana, svo getur þú búið til nýja. Og þetta getur oft sparað okkur mikla vinnu við að skrifa svona einfalda algenga hluti. Að þegar búið til svona CRUD-dót og svona gögn er það leiðilegast í heimi. Og svo ég held seinasta hugtaki svona, en það er svona single page application eða SPA oft kallað líka og þetta er líka svolítið svona buzzwordy hugtak sem að oft tíðum ekkert meira en bara velskrifaði vefur. Þá er það þannig að þú opnar einhvern vef og það er bara öllu hlaðið upp og þú ert síðan aldrei að refresha vefinn, þú ert aldrei að fara aftur og gera nýtt HTTP kall sem klientinn, heldur þú að gera og framkvæma allar aðgerðir bara með Ajax, með því að senda ákveðnar hnitmiðaðar aðgerðir með Ajax eða WebSockets yfir á vefþjóninn. WebSockets er þá svona önnur nýrri tækni sem að, en þannig að þið kannast öll við þetta. Þið opnið einhvern vef og þið gerið eitthvað og það er aldrei verið að endurhlaða vefnum, heldur er bara verið að gera hlutina í jafnóðum og þá er verið að færa lógíkina yfir á klientinn og búið til svona þinn server. Og þetta er oft, viðmótið verður oft miklu betra, það er bara ítið að takka og eitthvað gerist bara strax, það er ekki verið að bíða eftir því að fara á vefinn og birta svo eitthvað nýtt. En svo getur þetta valdið einhverjum vandræðum, til dæmis ef við hefum verið að nota eitthvað svona vef og ítið okkur takka að verið komin í eitthvað svaka og svo hafið óvart refresha vefinn og þá er það alltaf bara byrjað á byrjunna því að þá er í raun ekki verið að virða það að færa ykkur yfir á nýju stöðuna sem þið eru búin að búa til, heldur eru þið alltaf bara í þeirri stöðu sem að þið eru búin að koma ykkur á með því að keyra ykkur JavaScript fall og gera og svo reynið þið ít á backtakkan, þá farið þið bara alveg tilbaka. Þannig að þetta er svona hluti sem er mjög erfitt stundum að gera í svona applicationum. Og þá eru einmitt mörg framework sem að styðja það að gera svona single page application. En já, og svo aðeins hérna í lokin sem við síðan skoðum betur eftir, er það að við erum búin að gera eitthvað, við erum búin að búa eitthvað til og við erum búin að keyra það á vélinu okkar og við erum búin að vera að vinna það hérna og við viljum gera það síðan aðgengilegt fyrir vefinn, eða bara fyrir heiminum. Þannig að þá þurfum við aftur að ákveða í hvað umhverfi við ætlum að keyra vefinn okkar og þá komum svo spurningar eins og hversu mikið álag munum við fá. Og í dag er þetta miklu auðveldara en það var fyrir nokkrum árum af því að nú er komið svona sýndarumhverfi, svona cloud og þá getum við bara fengið einhverja vél sem er hýst einhvers staðar í skýinu og hún er bara einhvern veginn. Við getum byrjað að fá bara einhverja mjög lélega vél og með vél þá er þetta náttúrulega ekki, þetta er ekki físísk vél sem keyrir einhvers staðar, heldur er þetta bara eitthvað svona, það er bara búið að abstrakta þetta alveg fyrir okkur. Þetta er bara, við sendum kóðan okkur einhvern veginn upp í skýið og þar keyrir hann. Þetta er svona úðalega fallegt og skemmtilegt, en svo getum við bara sagt að, við erum allt í einu orðið mjög vinsæl, þannig að við bara aukum CPU-ið og þá allt í einu bara breytist vélinn sem að vefurinn okkur keyrir og verður miklu betri, hefur meira minni og getur tekið við fleiri fyrirspurnum. Og svo er líka svona spurningar eins og við erum að nota svona skíþjónustur. Þá getur við verið að við þurfum að komast í einhverjar ákveðnar þjónustur sem eru bara til staðar á okkar neti. Þetta var svona mikið þegar ég var að vinna hjá Advania að þetta var rosa mikið case. Þú veist að við erum einhvern vef, þannig að komast í einhver þjónustugrunn sem var einhvers annar staðar, þú veist að opna á milli og gera svona skemmtilegt. En svo er þetta svona, þú veist, aftur, það eru gífurlega margir möguleikar að hvernig við setjum upp verkefnin og hvernig við keyrum þau dagstaglega og fara bara eftir því hversu mikið viljum við vera með puttan inn í. Viljum við bara kaupa okkar vél og hýsa hana eins og það er að gera hérna til dæmis hjá 1984 hérna í Íslandi. Við getum bara fengið þá bara hér upp til físiska vél sem þið loggið ykkur inn á og þurfið að sjá allt. Eða þið notið eitthvað annað umhverfi eins og Heroku sem við ætlum að skoða eftir þess að þetta er pretty much bara svona point and click. Og hvað ætlum við að hafa marga vefþjóna, hvað ætlum við að hafa marga
gagnagrunna, þetta svona, ætlum við að hafa fleiri en einn gagnagrunn, þá þurfum við að gera svona, fara í svona hvaða gagnagrunnur er master, hverjir eru svona slave, þetta svona fullt af spurningu sem þarf að fara og svara. En svona, svo getum við verið að kassa, já, þurfum við aðgang á einhverjum innri þjónustum, einhverjum ytri þjónustum, erum við að fara að tala um einhverjum vefþjónustur hjá einhverjum öðrum aðilum og svona. Og þá verður þetta oft svona, þetta er svona einfaldasta myndin. Einu sinni var stór partur af vinnu minni að teikna svona myndir, það var mjög skemmtilegt. Og þá var hérna eitthvað internet, svo kemur það interneti hérna og hefur samband við vefþjónun og vefþjónun hefur samband við gagnagrunnin. Þetta er svona einfaldasta myndin, svo kann maður fara út í einhverjum svona flóknari myndir. Það sem er svona, henni er internetið og þú ferð inn á eina vél og hún segir hérna, já, þessi vél hér, vél númer 6, það er lítið lót á henni. Þannig að þú ferð á hana, svo er hérna einhver eldveggur yfir í gagnagrunnsþjónin og þá ertu með gagnagrunnsþjónin sem að segir hérna, já, þú ættir að lesa úr þessum hérna slave og svo alltaf þegar að vera að skrifa, þá þarf þessi master hér að senda uppfærslur yfir alla sleifana, þannig að gögnin séu rétt, svo eru einhverjar innri þjónustur og þetta þarf alltaf að virka saman. Þannig að þetta getur frá því að vera mjög einfalt yfir í að vera bara alveg gífurlegt púsluspil. En þetta er svona, já, aðeins til þess að enda á svona efnisnótum, en svo ætlum við að líka aðeins að fikta í þessu með því að búa til svona kannski eitthvað í líkingu við þessa mynd núna eftir. Þannig að, já.